vinur minn í smásálin, hringdu hérna vinur minn í smásálin. Já, komið nú sæl og velkomin hingað í smásálina, kæru vinir. Alltaf gaman að heyra í vinum, hvar sem þeir eru, hvar í heiminum sem þeir eru. Og ég ætla að sjálfsögðu að hleypa hér einhverjum vini inn. Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Blessaður. Nei, já, sæll og blessaður vinur. Gaman að... Hvað er það núna? Maður brá maður. Hvað? Bráði þér? Já, ég ætlaði ekkert að hringja maður. Já. Það er nú svipaður gálla á þér eins og öðrum sem hafa verið að hringja hér í þáttinn núna í dag. Einhvern veginn eins og sem við sé ekki farnir að sofa. Er það kannski tilfellið með þig? Nei, það já. Já. Maður er ekkert fann að sofa nýtt að það maður. Nei. Hvað er það núna sem amar að? Bara skólarnir byrjaðir og Já. konan farin í skólan. Já, einmitt, já. Og maður er svona búin að vera bara með áhyggjur. Nú? Já. Akkur ertu með áhyggjur? Af því að hún hættir að fá atvinnuleysisbætur sko núna. Já. Ok. Og mikið kjaftaði í þessu þjóðfélagi maður. Já. Veist, ég á að fá laun sem ég fæ ekki. Nei, býttu, hvernig stendur þú því? Ég á rétt á ársleyfi, sko. Já. Ég fekk ekki. Já. Með að synjað það, skilur það mannréttindi. Og kona mín, Já. sko, hún er ekki nema 15 ára. Já. Veist, þá fær hún ekki nema eitthvað bara hálfar atvinnuleysisbætur eða eitthvað. Já. Veist, og svo núna er hún byrjuð í skólanum. Þá missir hún það, sko. Já. Og hún fær heldur ekki, sko, hún er sem sagt með örorkumat, sko, með 40% örorki. Já. Og hún fær ekki eins og örorkubætur, sko. Já. Þetta er þjóðfélagið sem við búum í. Já. Þetta er það sem að þessi gæjar, skilur, Davíð Oddsson og þessi kallar. Já. Þeir vilja að þetta sé þessi raunveruleiki sem við búum við, eða lifum við. Já. Já, það er ljótt ef satt er. Já, þetta er svona... En býtu, ert þú þá ekkert að vinna? Ætlar þú ekkert að kenna í vetur? Ég er að taka svona aukatíma, sko. Já. Og það sé erfitt, sko. Já. Æ, bara... Þú þekki konur, eða ekki? Kannastu þær? Jú, kannastu konur. Mín er svolítið öfriðsum. Nú? Hvernig stendur á því? Æ, bara... Hún var alveg brjálið. Nú? Ég var að setja smá auglýsingu, sko. Já. Ég tækja að mér, setja það bara upp á vídeolegu, sko. Það sem við erum nú mikið, sko. Já. Og þetta auglýsinga, ég tækja að mér að kenna, veist, auka tímum, sko. Kom einhver stelpa, sko, sem er að fara núna að taka upp fyrsta bekk í menntaskóla, sko, fyrsta ári, sko. Já.
Já. og og er að fara að taka upp núna og kom til mín í sumar, sko. Já. Og vildi hjálp með dönskuna. Já, já. Og hún kom hann til mín með og við komum okkur bara svona huggulega fyrir og síðan sko, það var þetta að hita bílkennar, sko. Já. Það var alveg geðvikislega heitt, sko. Og ég var bara kenninn að dorma að fara yfir dönsku og veist þú bara, þú veist, eitthvað er að öðru, sko. Og ég fekk mér bara, veist, ég var að drepast úr það, sko. Já. Og fekk mér bjór. Fekk mér einhverja 2 bjóra. Ok. 2 bjóra. Bara skilur þú veist, og maður verður ekkert fullur að þessu, þetta guð var alveg upp þessu skot, sko. Já. Þú veist, í þessum hita. Já. Og já, fekk mér einhverja 200 bjóra og var bara kenninni og ég var í fínum feeling og hún var í fínum feeling og síðan bara ógeðslega heitt, þannig ég fór úr á ofan og það var ekkert í gangi, ekki neitt, sko. Og síðan fór ég á buxunum og ég var nú berfættur, sko, og var bara á nærbuxunum, sko. En ég meina, þetta bara út af ógeðslega hita, sko. Já. Og og síðan, sko, var ég bauð henni bjór, sko, ég meina, hún vildi það ekkert, hún var bara að læra Já, mitt. Og síðan var ég það og var eitthvað svona bara að hjálpa henni, sko. Og hún satt í sófanum, sko. Við erum með svona og juicy sófa, sko. Já. Og hún bara satt þar og var að lesa fara yfir þessar danskar æfingar, sko, og ég var að fara yfir með henni og ég svona hlammaði mér þarna við hliðina á henni og síðan sko þú veist bara síðan sko var ég eitthvað svona stríð henni, sko. Já. Bara veist, í fíblagangi, sko, ég var bara, veist, tjekkaði eitthvað sem ég kýtlaði, ég var að spyrja hann eitthvað, þetta er svona kýttigjörn, af því að mikið af þessum telpum er svo kýttigjörnar, sko. Já. Og algjört fransbröð, sko, ég var svona poti hann, eitthvað, þetta er fransbröð og eitthvað svona klípi hann. Þá kemur frúin heim, maður. Já. Og þetta var ekki alveg nú vel út, sko. Nei. Þannig að þú ert þarna á nærbuxunum að kýtla einhverja stelpu. Já, henni bara á svo greinum að hún hljópar út, sko. Já. Og síðan, sko, hringdi ég, þetta var alveg, fólk er svo klikkað, maður. Nú. Ég hringdi hérna eindirna því að hún sko, skuldaði með 1000 kall. Já, þessi stelpa. Já, fyrir tímann, sko. Og ég hringdi hérna og talaði við föður hennar. Og ég kynnti mig og sagði, ég heit hérna og ég er aukakennari dóttur þinnar. Já. Og hann lagði á. Já. Bara eins og ég væri ekki að það, sko. Ég, halló, sagði ég, halló. Hvað er í gangi hérna? Vá, hvað er í gangi hérna? Já. Hvað er í gangi hérna? Þetta er bæling, sko. Já, þú veist, þá er þetta bara, þá er þetta lið sem að bara, þú veist, finnur sér nýjan kennara. Já. Og bara fer til hans, fær aukatíma og borgar ekki, stingur raf. Já. En frúin var líka alveg brjóluð. Já. Ég hef aldrei séð hana svona rauða, maður. Já. Hún má ekki vera mjög reið, sko. Akkur ekki. Já, ég fær hún astmakast. Já. Það var svo þröngt, sko. Þá var ég að gefa henni púst. Já. Þú veist, þannig að,
sko, þetta var bara grátbrosleg senna, sko. Þú veist, hún var svo reið, sko. Og þá hættir hún að ná andanum, sko, og þá var ég að hjálpa henni, gefa henni púst, sko. Og það bara, og síðan bara, sko, þú veist, þú varst að vera búin að slöngrast upp alla stigana og bara, þú veist, að fá astmakast og vera svona reið og svona, og hérna, þannig að svona, þetta var bara. Já, þetta er leiðinlegt þegar svona gerist. En nú er hún semst í skólanum og þið eru þá væntanlega búin að kaupa alla skólabækurnar og svona? Það stendur til að reyna að gera það í dag. Já. Það stendur til, sko. En vantar kannski penning? Já, ég meina, maður er ekki fá neitt, skilur. Nei. Sko, nú hérna, það það, sko, stóra málið að hringja í tengdapabba í dag. Já. Sem maður ekkert allt á hrifinu, sko. Nei. Maður ekkert allt á hrifinu, sko. Nei, ég hef nú heyrt vandræðið þín í samskiptum við tengdaforeldrana. Já, þau eru gangu ekki alveg heilt í skóa, sko. Nei. En hérna, en svo líka, sko, veist það, hún er búin að fitna svolítið. Já. Og minna, þú veist hvernig þetta er bara í svona, þú veist, ekkert mikið, skilur, en hún fitnaði svolítið, þegar við fórum út í sumar, sko, fórum til Mallorca í sumar, sko. Já. Á fitna, hún bætti aðeins á þessu, sko. En það var ekkert borðað nema bara. Það var bara að drukka bjór og borða svínakjöt, sko. Já. Og það er svona uppáhaldsmaturinn hennar. Einmitt. Það er svona steikt svínakjöt. Já. Hún er algjör, sko, sækir í með þessu. Já. Steikt svínakjöt og veist það er bara æðislegt að horfa á hún að borða, sko. Hún er svo mikið, sko, eins og Danirnir segja meðelska, sko, svo mikla matarást, sko. Já, einmitt. Það er alveg unnum, sko, ég bara skelli hlæg átt þegar hún er að borða, sko, það er svo mikið kraftur í henni með þessu. Já. Og hún borða, sko, uppáhaldsmaturinn hennar er svínakjöt, sko, og drekkur hún kók með. Kók er alveg bara, hún lifir ekki, hún fer ekki daginn á þess að drekka kók, sko. Ég var að telja til, sko, ég var að hlæja í gær, sko, ég er að bendina að hún er að fara með einhverja 6 lítra kók á dag, sko. 3 ár þegar ég tekja þetta löskur, sko. Já. Og hérna, og svo er hún að, sko, borðar hún, sko, við borðum eiginlega bara svínakjöt í hvert mál, sko. Já. Og hérna, og svo er hún að, sko, fá sér eitthvað, sko, eins og ís eða búðing eitthvað, sko, með. Já. Ég segi henni hvað ég ekki gema þetta endilega eftir það, sko. Og hérna, hún er alveg frábæð að kemur á mat, sko. Og ekkert náttúrulega, var hún með, sko, var hún með ís, sko, var hún með búðing, sko. Já. Svo búin að setja ís yfir. Var að borða eitthvað, var að borða kjötbollur eða eitthvað, sko, var að fá sér eina skeið, sko, af hinnu með, sko. Já. Og ég var eitthvað bara lítið í bók, sko. Þegar nú borða ég ekki mikið, sko. Nei. Og hérna, og þykja alveg rosalega grannur, sko. Já. Margir segja við mig, spyrja mig bara, skilur, hvort ég sé eitthvað veikur, sko. Já. En ég er það ekki, ég hef alltaf verið svona grannur, sko. Ég skil. Og hérna, ég ætlaði að fá mér ís hjá henni og þá bara sló hún í hendina á mér, sko. Já. Og borðaði bara hraðar, sko. Já. Og hérna. Já. Og þetta er, sko. Svo á tímabilum, sko, þá kastar hún öllu upp, sko. Já.
Já, þetta er gaman að þessu, en hérna þið... Það ekki gaman að þið erum að vera að borga matareikningin. Nei, einmitt. Það ekki gaman, því að það var hún að borða á stundum 2 máltíðir, sko, í staðin fyrir eina, sko. Því hún ælir því og kemur svo strax aftur og... Já, það er náttúrulega mjög slæmt. Já, það er frekar slæmt. Já. Heyrðu, en hérna, ég vona að rætist nú úr þessu hjá þér og þú fái nú einhverja bætur, allavega. Ég vona og svo líka hérna sko langar mig að fara sko ég langar að lendi í svona einelti í skóla hefur átt erfiðleikum sko í samskiptum út af því sko og ef að það fyrir eitthvað að gerast núna þá ætla ég að mæta. Já, ef hún lendir í einelti og svona, þannig að þú ætlar að reyna að hjálpa henni í því. Ef hún lendir í einelti í skólanum þá ætla ég að mæta í tímana. Ég veit alveg hvernig að tala við svona krakka. Já. Veit að labba á milli borðana, tala við hvern einn og einasta þeirra og segja benda á hana og segja sjáðu svo fallegu konu hérna kona mín þetta er eigin kona mín hugsaðu það áður hún fyrir að leggja henni í eitthvað einelti hugsaðu það að hún á fallegt samband hún er þetta er falleg kona í fallegu sambandi við fallegan mann ég segi það kannski en við ég meina eða bara segja bara láta hana vera hætti þessu já, einmitt hætti þessu það er örgulega sterkast já einmitt segja bara koma að þeim bara og segja láta okkur í friði krakkar gerið það, láta okkur í friði ekki? Jú, þetta er mjög gott einmitt bara beðja fólk að láta sig í friði þegar það er eitthvað svona leiðindi í gangi það er ágætt ég kann á þessa krakka já, einmitt það væri gaman að sjá því fara að vinna aftur það væri skemmtilegt og allavega að hagurinn vængist Ég þakka þér nú kærlega fyrir spjallið og þú lætur mig endilega að vita ef það er eitthvað fleira sem að... Já, gerðu það maður. Já, við erum til að hlusta og... Já, endilega hvíla sig og hafa það gott. Ég þakka þér kærlega fyrir spjallið, vinur. Já, blessa. Blessaður. Á 14. öld var rockið ekki til. Í dag er rockið staðurinn.